Köpen náttúrulega æðisleg og það ýmislegt sem mér finnst skemmtilegast að gera í Köpen og ég það meðal annars, það fyrsta sem ég myndi gera til dæmis að fara í smá labbitúr í Kristianíu og skoða mannlífið sem þar og ég það kannski flestir sem að tengja Kristianíu við eitthvað afsamt og ólöglegt en þvert á móti þá var þetta að fara þarna og bara skoða fólki sem labba fram í. Þetta alveg náttúrulega einstakir karakterar sem eru þarna á ferð og ef þú ert svangur eða svöng getur þú skotist í lítið veitingastað sem heitir Spíseloppen og á sama stað er tónleikastaður þar sem er mikið fjör. En þá sem kannski langar að fara í meiri fancy stað og kannski aðeins dýrara líka að þeir geta að fara að Noma. Hann var valinn fyrir stuttu besti veitingastaður í heiminum og með Michelin-stjörnu og ég veit ekki hvað og hvað. En það þarf reyndar að panta borð og bóka vel fram í tímann til þess að koma af stað þar. En eins og ég segi þá er þetta alveg geggjaður staður og æðislegt að fara þangað að fá sér að borða. Þeir sem vilja kannski fara að fá sér einn borgara geta farið á stað sem heitir Halifax og sumir vilja fara það langt að segja að það séu kannski besti borgarar í heimi, ég veit það nú ekki en samt mjög góðir hamborgarar. Eitt sem ég finnst líka mjög gaman að fara í rétt fyrir neðan strikið og labba bara gegnum H&M sem allir þekkja og fer út bakdyramegin. Rétt hjá er lítil og mjög skemmtileg bjórbúð. Nokkrir fermetrar og nokkur hundruð eða þúsundir tegunda bjórum. Danskir eða belgískir eða hvað sem og það svolítið paradís fyrir þá sem vilja fá sér alvöru bjóra. Svo líka hægt að fara og fá sér brunns. Hægt að labba niður götu sem heitir Strædet sem liggur niður af strikinu og þar fullt af litlum kaffihúsum og hægt að fá sér brunns eða bara kaffi. Og það er sérstæðlega staður þar sem heitir Sirup sem mjög góður. Svo annar staður sem heitir Kaleset sem meiri lífrænt staður og einmitt með mjög góðar lífrænar pönnukökur og geðveikt gaman að fara þangað. Það er líka hægt að fara í Tívolíð. Tívolí er náttúrulega klassískt og það er opið allt sumarið eins og allir vita en svo líka opið á veturnar eða sem kringum jólin. Það sem mikil ljósadýrð og gaman fyrir krakkana og kannski snjókoma og þetta algjör stemning að fara þarna. Maður kemst í alveg virkilegt jólaskap og svo fínt að fara þaðan og kannski inn á næsta bar að fá sér einn Túborg jólabjór og koma sér í almennilegt jólaskap. Svo náttúrulega líka hægt að fara í bátsiglingu niður kanalinn og sjá Köpen, þessa fallegu borg frá því sjónarhorni. Köpen náttúrulega bara æðisleg borg og það þarf ekkert að lýsa því en þetta nokkrir af þeim stöðum sem ég get mælt með í Köpen og góða skemmtun í Köpen.